Góðan daginn og velkomin í Helgarspjallið. Nú ég búinn að fá til mín hann Jens Elvar Sævarsson Þróttara og við ætlum að tala fótboltasumarið mikla árið 2003. Árið sem að Þróttur urðu efstir eftir fyrri umferð og féllu síðan á mjög dramatískan hátt í síðari umferðinni og bara aðeins Jenny daginn þá hittist þessi hópur, þetta lið á Ölveri og það var eins konar endurfundir. Heldur betur. Já, og var verið að fagna þessum merka áfanga, eða ekki? Jú, við viljum nú meina í dag við ákveðum að halda 20 ára reunion Íslandsmeistarar fyrri umferðar. Og menn tók bara vel í það og það voru skemmtilegir og merkilegir endurfundir sem átti sér stað þarna og það var í rauninni ekkert annað í boði heldur en að hafa þetta Ölver. Já. Þetta bara Þróttarabarinn Þróttarabarinn, já, bara hverfisbarinn. Akkurat, og kannski meira í Hverfisbar íbúa hverfis 104. Já. En þú veist, þú veist, eins og þetta var sárt þá erum við léttir og ljúfir og kátir og okkur finnst þetta bara fyndið og skemmtilegt í dag, 20 ára seinna þá var þetta orðið ljúfsárt. Já, þú veist, það ekkert annað hægt að gera heldur en að þú veist bara hlæja og kóa með þessu, af því að þetta náttúrulega bara leið og hvert einasta fótboltapodcast fyrir að tala sumarið 2003, þá þetta, þú veist, topic á topp 3. Já, ekki spurning. Það ekkert annað topic sem kemur upp í hugan á mönnum varðandi Íslandsmótið í fótbolta 2003 heldur en það að Þróttur hafi verið á toppnum eftir fyrrumferðina og ef mér minnir rétt, hvort það voru ekki bara 10 umferðir líka, skilur við. Að við höfum ennþá verið á toppnum í 10. umferð, Já. Og þannig að nú ég ennþá betur að skjóta okkur niður, því að það voru bara 8 leikir eftir en ekki 9, En þú veist, þá bara, við komum bara með þessu og búum okkur til eitthvað merkilegt í sögunni og þetta það líka. Þetta stóru merkilegt. Ég hugsaði til þess á þeim tíma, ég þarf að klippa út þessa litlu grein sem ég sá, ég held að það hefði verið í fréttablaðinu og þá var talið upp að Þróttur, eftir fyrri umferð, þá voru þeir efstir, ég týndi þessari grein síðan, þeir voru með flest mörk skoruð í fyrri hálfleik, flest stig eftir fyrri umferð, fæst mörk fengin á sig í fyrri hálfleik og það var allt sem var fyrri, þar skoraði Þróttur hæst. Þetta var ótrúlegt. Svo kom seinni umferðin og það snerist blaðið við. Sem að þú veist, bara hvað gerðist og hvað gerðist ekki. Þú veist, auðvitað hægt að fara í saumar á því alveg fram og tilbaka, En ég fullyri það bara, þú veist, við vorum ekkert lélegir í seinni umferðinni, en þú veist, auðvitað verður og þú veist, ég held að sagan segir það bara að, þú veist, öll Spútnik-lið, ef við getum kallað okkur það, að þau eiga einhverja leiki, þú veist, lið sem koma upp, byrja oft vel og þú veist, kannski velgengni okkar fóru aðeins lengra heldur en gengur og gerist með þessi. Það bjóst ekki við þessu? Nei, það bjóst ekki við þessu. En seinni umferðin var, þú veist, ekki það að ég hef skoðað, en það voru ekki margir leiki þar sem töpum stórt, Nei, en svo það sem ótrúlegt að þegar þið eru fallnir, þá eru þið bara með 2 mörk í mínus. Já. Ég held að Valur sem að fjall, þau voru neðstir, þeir voru með 9 mörk í mínus. Og þeir eru náttúrulega með 20 stig, Já, og svo voru einhver lið fyrir ofan ykkur sem voru með 7-8 mörk í mínus. Já. En það náttúrulega líka, þú veist, stórmerkilegt í því að KR náttúrulega Íslandsmeistari með 33 stig. Já. Þetta sumar. Já. Við föllum með 22 stig, Já, og við erum, hvort við séum ekki í 7. eða 7. sæti fyrir lokaumferðina. Þannig að það fara þarna, mögulega 7. Þannig að fara þarna 2 lið upp fyrir okkur, fram fyrir okkur og ég held að hafi nú bara verið Sinisa Kekic sem að kemur svo í Þrótt seinna meir, sem að hafi skorað þarna loka sekundur fyrir Grindavík sem var til þess að þeir fóru stiginu upp fyrir okkur. Já, það vannst alltaf mót okkur í þessari síðustu umferð. Já, bara gjörsamlega. Þú veist, við getum svo sem sjálfum okkur kennt, Við töpuðum lokaleiknum,
Já, við kannski förum í það á eftir hérna, getum við reynda að finna einhverja sökudólka. Já. En þetta var alveg, já þetta var, sko það trúði þessu enginn að hérna, já í miðri umferð að þetta væri að fara að gerast, sem og síðan gerist. En ég var að skoða, sem sagt, einhverja klippur á MBL frá árinu undan, sem sagt eftir fyrri umferð, árið þá 2002, þá var þetta sama lið í fallsæti. Já, ég sko... Í fyrstu deild. Já, þetta voru einmitt, þú veist, með fyrri umferðina, hún gekk skelfilega. Og það var talið fyrri umferðina árið undan. 2002. Hún alltaf bara gengur alveg skelfilega. Og þetta var allavega eftir 7 eða 8 leiki, þá vorum við í fallsæti. Já. Með minni svo að bara síðustu 10 leikinir að við höfum ekki tapað leik. Já. Og hérna, alltaf spiluðum á Valbjarnarvelli þarna, sem að var bara orðið eitthvað vígi hérna í seinni umferðinni. Og ef ég man rétt, ef við hoppum aftur aðeins fram í tíman, þá gerist það sama 2004 þegar við förum upp. Það við erum skelfilegir fyrir umferðina og vinnum svo bara síðustu 8-10 leikina og förum aftur upp, sko. Já, þetta var svolítið vinnu módeli á Geira, það var bara að vera annarkvort voru ógeðslega góðir eða ekki. Já, svona, þú veist, þetta var alltaf, þetta var svona alltaf þannig að ef fyrri hlutinn var slæmur, þá var seinni hlutinn góður. Já. Kíkjum aðeins á hérna stigatöfluna þegar við, sem sagt, árið sem við fjallu, við erum komin í 2003, þá var hérna KR efstir og þið eru hérna með 22 stig. Og það hefði bara aldrei gerst áður að lið hefði fallið með 22 stig. Nei. Þetta var met. Já. Og sjáu hérna 2 stig eða 2 mörk í mínus. Já. Við förum hérna aðeins ofar að hérna eru sko, hvað Fram eru með 8 í mínus og Grindavík með hérna 7 mörk í mínus. Já. Þannig að það er, sko ég bara núna þú veist, þessi leiktíð núna, liðið sem fjallu núna, ég held að Keflavík, ég held að það hafi verið með, sko eftir að, spiluðu þannig að aðeins fleiri lið í deildinni, það eru 22 leikir á móti 18, en þeir voru með eitthvað það byrja 20 mörk í mínus þegar ég fjallu. Þannig að falla með 2 mörk í mínus og 22 stig, það er algjörlega fáhært. KR er með 1 mark í plús sem Íslandsmeistari, sko. KR með 1 mark í plús sem Íslandsmeistari. Já, einmitt, þið sjáum það hérna. Við skorum 1 marki minna heldur en KR. Já. Þú veist, þannig að þetta er mögnuð tölfræði. Þetta er mögnuð tölfræði. Þetta er alveg fáránlegt, sko. Já. En svona geta hlutinni gerst í knattspyrnunni. Já, þetta er beauty við fótboltann, sko. Já. Hoppum aðeins yfir fyrst ég fann að sýna hérna nokkra myndir. Ég ætla aðeins að rúlla hérna, þarna voru náttúrulega engin farsímar á þessum tíma, maður var bara með myndavél og það voru hérna nokkur augnablik þar sem maður var með myndavél með sér og smelti nokkru myndum og ég er búinn að taka þær hérna inn. En hérna kom, sem sagt, forsíðan á þessu blaði sem ég sýndi á hann, þarna niðri eru myndir af ykkur, Þróttarar eru í úrvalsdeildinni, og hann er Konni hérna fyrir aftan hérna, fyrir þá sem eru glöggir. Sjáum við Konna, meistara hérna. Hét deildin eitthvað úrvalsdeildin? Hét hún eitthvað annað en úrvalsdeild? Það var ekki komið Pepsi-deild? Nei, hún hét hún Samskipadeildin þarna. Bara mann það ekki, sko. Ég mann það ekki. Já. Hérna er liðið sem sagt tilbúinir í hvað sem er og hérna er sem sagt liðið sem liðinu sem var telt fram þetta ár. Bara mjög flott lið. Já, ég meina samt að á pappírunum fyrir mót, sko, að þá eru þetta náttúrulega engir reynsluboltar í efstu deild. Nei. Fjalar hafði eitthvað spilað það með Framurunum náttúrulega. Já. Palli svo náttúrulega bara eitthvað, þú veist, þessi ár með Þrótti, þú veist, og reynsluboltarnir sem að, þú veist, eru sóttir þarna, það er náttúrulega Sören Hermansen sem kemur. Ég man ekki gott að Dóri Hilmis átti að gera, hann átti svo sem engan feril í efstu deild þó hann hafi átti einhverja og Daði. Já.
en svona fáum við hérna Ívar Sigurjón sem átti einhverja leiki líka, en annars var þetta afskaplega fáir leikir sem að þetta lið átti í heildina í efstu deild, sko. Já. Þannig að það kannski, þú veist, bara magnað að, þú veist, við höfum kannski smollið þetta vel og átt þetta gott season, þú veist, þrátt fyrir að það hafi endað illa. Já. En hérna, þú veist, kjarnin í þessu er náttúrulega líka bara að sjá að, þú veist, Ásgeir Elíasson tekur náttúrulega við okkur hérna hausti 99 og þú veist, og heldur eftir náttúrulega einhverjum reynsluköllum. Ég man eftir að Willi Will og Arnaldur Loftsson héldu þá áfram, Axel Gómez var áfram og Palli Einars, en svona, þú veist, svo sett hann svolítið bara, þú veist, ábyrgð á okkur ungustrákarnir sem að svona 80 mótil. Við komum náttúrulega upp hérna, ég og Hansi bróðir og Bjöggi og Halli og Hilmar Ingi. Þið eru 23 ára þarna? Nei, við erum náttúrulega bara 19 ára þegar hann kemur, sko. Já, þegar hann kemur, já. Hann setur svolítið bara, þú veist, traustið á okkur og lætur okkur bara spila. Þannig að vorum við náttúrulega búin að spila, þú veist, náttúrulega þá 3 season á undan bara og mikilvæg leikmenn í liðinu, sko. Konum við smá reynslu og þú veist, og þegar að Geiri setur á þig eitthvað og hann þú veist, og þú ert bara leikmaðurinn að skeira, þá ertu bara með sjálfstraust, sko. Af því að hann talar þig eins og þú sért besti leikmaður í Evrópu, sko. Þannig að þú veist, það var ekki furða að menn svona, þú veist, og hann alltaf vildi spila fótbolta og það var ekki furða að menn þorðu að spila fótbolta, því að hann lét þér líða eins og þú værir. Ég spila alltaf hafsend, svíper, og hann lét mér alltaf líða eins og ég væri besti hafsend og svíper á Norðurlöndum, sko. Þannig að ég bara, þú veist, mér er eitt svo minnistætt moment úr fyrsta leik á Laugardalsvelli á móti KR. Hvað ár? 2003. Já. Að ég aftastur á vellinum, fæ boltan og það Arnar Gunnlaugsson að koma á fullu í pressu. Ég bara tek hann aftur fyrir hælinn og sólaði Arnar Gunnlaugsson. Vel gert. Þú veist, það var bara því að þjálfarinn, hann léti bara líða þannig eins og, þú veist, það væri enginn að fara að sigra þig, skilur. Já. Þetta var bara, ég var bara besti hafsendinn af því að honum fannst það, skilur. Eða þú veist, fannst það ekki, hann bara lét mig trúa þig, skilur. Já. Og þetta var bara það sem Ásgeir Elíasson hafði, þú veist, hann kendi þér bara leikinn, hann kendi þér þær leiðir sem þú hafðir gast farið, þú veist, ef að þessi leið er lokuð, þá ertu með þessa eða þessa. Já. Ef þú vilt gera eitthvað sjálfur, hlöftu þá meðan þessa leið hérna og þrættu þarna. Hann var búinn að tína þetta til alveg fram og tilbaka, en var þá oft í staðinn, sko, að því að var svona oft göngubolti, að því að hann var að kenna þig leikinn. Já. Þá var hann oft gagnrýndur fyrir það að liðin hans var ekki í formi og hitt og þetta, sem að mér fannst vera tómt kjaftaði, sko. Já. Hoppum aðeins til hérna, förum til ársins á undan. Hérna sjáu þið Ásgeir með liðið sitt á Akureyrarvelli árið 2002. Það voru ekki allir hérna sem skiluðu sér síðan hérna árið eftir, var það? Upp í úrvalsdeild? Nei. Axel Gómez, hann var á braut þarna. Axel fer hann ekki bara, jú, hann fer í afturöldingu. Hann var upp í afturöldingu, fer að vinna þar náttúrulega. Einmitt. Bjarni Guðmus, ég held að mér minnir einhvern veginn, hann er alltaf bara, þú veist, doktor Bjarni Guðmusson, læknir, hann fer alltaf bara í læknisfræðin og upptekinn í því. Þetta finnur, mér minnir að hann hafi samt verið með okkur að hluta til eitthvað í efstildinni, sko. Já. Gunni alltaf, skattalögfræðingur og hérna, hann alltaf bara fer og hérna, sigrar heiminn. Já. En þið voru hérna, þú veist, já, hans bróðir er náttúrulega ekki með okkur 2003, ekki mikið. Ég man ekki hvort hann fór þarna eða hvort, en hann átti einhverjum meiðslum. Það var svo sem kannski aðalvesinn í honum sem hann spilaði ekki þetta tímabil, sko. Já, og svo Hallur. Já. Hann var með okkur. Já. Og hérna er meistarinn sjálfur. Þetta er bara goðið. Já, Ásgeir, bara ótrúlegur maður og svo mikill hugljúfi og mikill kennari. Já. Menntaður íþróttakennari og kendi bara alla sinn kennsluferil í grunnskólum. Já. Hann alltaf bara hversmanns hugljúfi og þú veist, var alltaf bara ákveðin svona föður afa ímynd hjá manni og hérna og þú veist, já, bara þau hjónin, þú veist, þau voru all in saman í, þú veist, öllu verkefni sem að þú veist, annarkvort tók sér fyrir hendur
og hvort hún var ekki sjúkraþjálfari eða hjúkrunarfræðingur. Hún var hjúkrunarfræðingur. Akkurat. Já. Þegar okkur vantaði sjúkraþjálfara, þá kom hún bara. Já. Og ef að mönnum leið illa eða hvað það var, þá var þetta bara þannig að þú gast hringt í Ásgeir Elíasson og þú veist, ef þú þurftir huggun eða öxl eða hvað þetta þá fórstu bara hinn þeirra, Já. Og þau tóku vel á móti þér alveg sama hvort þú varst númer 1 eða 24 í liðinu, Einmitt. Þannig að þetta náttúrulega bara þetta sá maður sem að, þú veist, hafði langmest, þú veist, svona mótandi áhrif á mig sem fótboltamann og bara, þú veist, kannski persónu í kringum fótboltan. Þú veist, hann kenndi mann svo mikið og, þú veist, þetta náttúrulega bara mögnuð vera. Hann var það. Já. Það nær frábærum árangri. Hann byrjaði með Þrótt einhvern tíma þarna 1982. Já, svoleiðis. 82-3 og svo, já. Þeir svo eftir Fram og þú veist, á bara frábært nokkur tímabil þar og titla. Já. Þeir síðan í landsliðið eða ekki? Jú. Þeir landsliðsþjálfari? Já, landsliðsþjálfari. Já. Og hann sjálfur góður fótboltamaður. Já, ég meina, þetta náttúrulega einn af fáum mönnum sem á landsleiki í 3 íþróttagreinum, Já, hann einn af þeim. Já. Var það blakhandbolti og... Blakhandboltafólk eða ekki? Jú. Já, ég held það örugglega. Já. Og en bara, þú veist, hann var í rauninni, þú veist, og ég geti bara fullyrt það, hann var frábær í öllu sem hann ákvað að gera, skilur við. Og þú veist, og ég man að menn hafa talað eftir, ég var nú ekki byrjaðar í golfinu þarna, en hann var frábær golfkennari fyrir þá sem fóru með honum, af því að hann kendi mönnum golf á sama hátt og hann kendi þeim fótbolta. Já, ég á minningar það sem að hann var að púta bara einhvers staðar á einhverju gras bara fyrir utan þróttaraheimilið og ég fór til hans og hann sagði, já, taktu kilvina og halda svona og slá svona og ég hafði aldrei fengið golfkennslu en fekk svona smá kynningu. Það sagði mér eitt frá því eitt, hann var að slá með ykkur í járni og hann segir, af hverju heldur á kilvinu svona? Já, maður á að halda hann svona, en hugsaði með þér, ef þú ætti að taka innanfótaspyrnu, myndir þú þá snúa löppina þig svona? Og hann, þú veist, það meikaði svo mikið sens að hann sneri kilvinu eins og hann væri að fara að taka innanfótaspyrnu í fótbolta. Ok. Það var hann betri með kilvinu eftir og fór hól í höggi. Já. Að næsta manni sem við þurfum aðeins að ræða. Charlie McCormick. Hann var ótrúlegur. Living legend. Living legend, maður. Frá Írlandi. Já, ég verð nú eiginlega að fá að byrja bara á því, fyrstu minningu okkar af Charlie McCormick. Já. Hann alltaf kemur til landsins og hann kemur til okkar, ég man ekki hvort það var, þetta veturinn 99-2000, þetta fyrsti veturinn hans Geira og þarna erum við svona fyrsta löglega ári, þú veist, í meistaraflokki, við vorum búnir með annarflokkinn en hann átti 1 ár eftir, þannig að hann svona eiginlega fenginn sem annarflokksleikmaður fyrst, af því að menn vissi ekkert hvað hann gæti, en þetta var rosa efni og hann var þó að við förum kannski ekki við það hér í dag, en hann var náttúrulega bara í banni á Bretlandseyjum. En það kom í ljós að við nutum heldur betur góðs af því, af því að þetta er einn besti fótboltamaður sem hefur spilað í Þróttartreinu, ég fullyri það. Já. Þú veist, og þetta er fótboltalega séð og kannski gæðarlega séð fyrir fótbolta og annað, þá er þetta besti fótboltamaður, besti útlendingur sem hefur komið að spila fyrir Þrótt. Já, alveg klárlega. Margt spunnið í Charlie, ekki spurning. Við Geiri bað okkur að taka hann svolítið af okkur og svona, þannig að honum leittist ekki. En það var náttúrulega, þú veist, hann náttúrulega kemur og allt öðrum kúltúr hann úti og ég og hann Björki sóttum hann á fyrsta kvöldi og tókum hann með okkur í eitthvað ammæli. En við náttúrulega skömmuðust okkur svo fyrir það að hann væri með okkur bara út á skónum hans. Það var hann í einhverjum svona buckle shoe sem að, þú veist, alltaf þegar hann steigi þá heyrðist alltaf svona í þeim klikk, þetta var svona eins og bara svona steppdansskór einhverju, Ok, og hvernig skóm voru þið í? Við vorum bara í einhverjum strigaskóm, Þú veist, það var bara kúltúrin okkar og svo náttúrulega bara mætum við í þetta ammæli niður frá og það er sóttur einn öl nema það að við fyrir að spáði hvar Charlie er og erum konum með okkar fyrsta öl. Þá er hann á barnum
af því að honum næði ekkert einn öl sko, hann með 2 hendur. Já. Þannig að hann fór bara barinn til að ná sér í annan af því að það voru 2 í einu sko. Og hann eitthvað íri. Hann líka, en alltaf íri, já. Og þannig var kannski svolítið sagan hans. Hann byrjaði þarna með 2 hendur fullar á barnum og var svona með 2 hendur fullar á barnum þann tíma sem hann var hérna. Því hann alltaf fór og vann mikið á Celtic Cross og Dubliners og hérna kynntist þar þessum Írum og Skotum sem voru hérna. Já, og tengdi vel við þá. Tengdi vel við þá og þú veist, en hann alltaf bara, þú veist, hann átti frábæra tíma hérna og gerði náttúrulega margt gott fyrir okkur og fyrir Þrótt og hérna. En svona ef hann hefði haft einhvers konar uppeldi þannig og það hefði einhver séð hann almennilega, eða kannski, þú veist, það var ekki skrifað, handritið var ekki nógu vel skrifað sko þegar Þróttur leigði fyrir hann íbúð í 100 ára í Reykjavík sko. Nei, kannski ekki rétti staðurinn til að vera. Akkurat sko, þannig að það fylgdi honum töluverð vandræði utanvallar. Hvað var þetta lengi? Hann var hérna, hann spilaði með okkur 2000 og fer heim á miðju sumri 2004. Já, þetta tegis alveg 4 ár. Já, hann fór heim með flugi 50 degi fyrir verslunarhelgi 2004. Viljandi sendur heim fyrir verslunarhelgi? Já, það var búið að bóka þessa ferð sko, hann átti að koma aftur en hérna, eftir innkasti fræga hann á Akureyrarvelli. Lýstu því? Það var hérna, hún var að spila káa fyrir norðan og hann var búinn að fá gult spjald þarna rétt á undan og var orðinn helviti æstur. Hann að Geiri hugsaði með sig, ég verð að taka hann út af áður við lendum með einum færri. Svo fer boltinn út af og það er innkast og hann er fyrsti maður á bolta og ætlar að fara að taka innkasti þegar að dómarinn flautar stopp og Guffi er klár á línu að koma innan fyrir Tjalli og svo þegar hann sá að þetta taka hann út af, þá tók hann boltanum og dundra hann upp í stúku og fekk seinna gulla, það var ekki núða. Gott að ég var ekki þarna. Já. Ég held ég að sé þetta. Já. Þetta er svona kannski sagana sko. En þú veist, það er náttúrulega bara Þróttararnir, bara þeir bökkuðu hann upp í öllu og einu og hann hefði getað náð miklu lengra sem fótboltamaður sko. Já. Þú veist, í því samfélagi í dag sem við erum í og þú veist, öll kannski vend og annars sem leikmenn fá ungir og aðstoð og allt sko. Já. Þá væri þetta bara leikmaður, þú veist, í örugglega einhverjum góðum gæðum á Skandinavíu sko. Þú veist, Danmörku, Noregi eða annað sko. Eða bara Írlandi? Já, eða bara Írlandi. Já. En hérna, förum hérna yfir í hérna, mynda Sigga Hallvars og Helga Þorvalds og Hallvarði. Já. Talandi Living Legends. Heldur betur maður. En hérna eru myndir af ykkur þegar þið fóruð upp úr deildinni og þannig Geiri náttúrulega fyrir miðju og gott að hérna Elli og sést Jella og þarna er ég. Og þið og Charlie hana. Og Charlie, ætli við séum ekki 2 saman að reyna að poppa kampæni þarna. Mér sýnist, já, mér sýnist svo að vera. Maður sjá, förum áfram. Jú, þarna er Charlie með flöskuna. Og Tony, sjúkraþjálfari. Já, einmitt. Hann er alltaf svo brúnn og sætur hérna, sko. Skemmtilegt líka að sjá andlit hérna ungu strákana sem að fylgjast spenntir með, maður þekkir mörg andlit þarna. Já, veistu hvað þetta er? Þetta er Rafn Andri Haraldsson. Já, maður þekkir hann, sko. Hann breytist ekkert. Hérna er svo Kristín Steinar, Kitty, rauði, sem að spilaði sem með meistarlónum. Jón Davíð, einn af eigendum Hurra. Einmitt. Og Rúnar, Rúni Brúni kallaður. Já, einmitt, hérna. Og Rafal Ólaftovski. Já. Hann er þjálfari í Pólandi, Hann er þjálfari í Pólandi og hefur verið viðloðinn sko einhver landslið, semast yngri landslið í Pólandi. Aðstoðarþjálfari. Og ég bara, þú veist, kannski hérna, það er skemmtilegt að koma þig kannski í ljósi þess að nýbúið að ráða þjálfara meistaraflokks. Ég veit að hann sótt sko. Já, þú meinar? Hann sótt að koma og þjálfa Þrótt sko. Já. Hvort hann sótt en hann sendi fyrirspurn. Já. Ég get staðfest það sem að því að hann alltaf hefur mikla tauga til Íslands, alltaf hérna, hann á börn hér sko. Hann tala orðið fína íslensku þegar hann var hérna. Já. Bara mjög flottur. Já. Og bara, þú veist, algjör eðaldrengur í alla staði sko. Einmitt. Svo var þessi meistari hérna,
Sören Hermansen. Já, annar þjálfari í Danmörku, hann þjálfar fyrir danska knattspyrnusambandið. Hann var með einhver yngri landslið, var það ekki? Jú, og er búinn að vera í mörg ár sko, og er í einhvers konar svona, hæfileikamótun held ég. Já. Og hann og Inge Sveins er í miklu sambandi og hann kemur hérna reglulega. Nú er það? Já. Og við höfum hérna gefið okkur tíma og hist þegar hann kemur sko. Já. Og hérna, ef einhver er að velta því fyrir sér að þekkja hann ekki út á götu sko, þá lítur hann bara svona út. Hann er ekkert breyst? Nei. Já. Ekki neitt. Hann var mjög skemmtilegur leikmaður og kom hérna, ég man þegar hann kom bara á undirbúningstímabilinu, þá var hann að raða mörkum. Já. Hann alltaf kemur úr efstu deild í Belgíu til okkar sko. Já. Þú veist, og þar lið fóru á, var gjaldþrota sem hann var í. Ok. Og hvort þetta var bara einhver umboðsmaður sem einhver var í sambandi við og þú veist, og bara hvort þetta hafi ekki verið bara einhver tilvíðin akkurat þegar það var að þá hérna bara var hann laus og hoppaði á, þú veist, og hann alltaf bara fjölskyldumaður kom hérna með konuna sína og 2 börn og þú veist, þau alltaf voru bara hérna í 2 ár og við nutum góðs af og þau líka. Það var frábær sendirapar, hérna, Bjöggi og hann. Já. Þannig að þegar allir að auga voru á Sören, þá var bara losnaði Bjögga. Akkurat. Svolítið magna. Hérna eru komin inn í Klefa. Klefi 1 í Þróttarheimilinu. Þannig verið að fagna einhverju. Ég veit ekki hvaða árið þetta er. Jú, alltaf sé ekki hérna árið 2002. Jú. Sýnist það. Segjum það bara. Þetta er bara fögnurinn þegar við fórum upp þarna 2002, sko. Já. Menn eru afskaplega glaðir hérna allavega, sko. Einmitt. Þetta er frábært. Já. Hérna síðan einhvern á eftir, markmiðin 2. Seinni kvöldi. Daniel Kahn og Fjalli. Þarna er krikinn að fæðast. Já. Þarna, ég held að við séum komið hérna í 2003. Það getur verið. Ég held að þetta sé, það var eitthvað partí sem var haldið hjá Björg. Heima hjá mömmans Bjögga í Kringlunni. Já, einmitt. Það voru nú ófá singstarpartíin maður. Já, þarna. Og Stálmúsin sjálf. Þarna er Villi Átna og 2 góðir. Hérna er annar markmaður. Valþór Halldórsson. Já, bróðir Steinar Halldórs. Já. Og Yngvi Svein, svona glittir í hall, hann í horninu. Þetta var eðal grúpa, sko. Já. Valli er samt ekki með okkur 2003. Nei. Valþór er með okkur... Hvort hann ekki með okkur bara 2001 sko. Já, en við héldum alltaf vinskap lengi sko, þannig að mögulega kom hann bara í partí til að njóta góðs. Hann fylgdi með í partíunum lengi og eftir. Hallur og Maggi Magg. Maggi Magg hérna. Lögfræðingur. Dóri Hilmis. Þannig Dóri Hilmis í einu margfræga gallajakka. Já. Svo er hérna einhver hestaferð. Það var nú eins og þarna fyrir miðju, það er náttúrulega bjór þarna, þetta var, ykkur leiddist ekkert. Nei, en þú veist, þetta er náttúrulega væntanlega 0% bjórinn, sko. Fyrsti áfengislausi bjóri. Áfengislausi, en þú veist, þetta var náttúrulega líka, þú veist, þetta er skemmtileg hefð, þú veist, þarna erum við í Mosfellsdal í hestaferð hjá, hérna, Póra, upp í Laxnesi. Já, hérna er... Þetta er bara sendill á Nings sem við fengum, en þetta er Bjöggi. Þetta er Bjöggi. Hann alltaf fekk bara sendlabúninginn lánaður upp á Nings og lét á skuttla sér í bílnum og allt niður í Þróttarheimili. Já, hann er í Nings bor. Já. Og buxum líka, sko. Við fórum alltaf, við mættum alltaf í búning, sko. Já, þetta er ekki Tjalli? Já, þetta er Tjalli. Þetta er geðveikt. Eins fáránlegt að hljómar í dag og maður hugsa til þess, sko. Það var bara, þú veist, það er hestaferð og allir að vera eins fullur og það getur á hestbaki, skil. Flögst þú ekki að bróðin á hausinn? Það er náttúrulega bara, þú veist, allir sem að urðu vitni að því eru grenjandi úr hlátri núna þegar ég er bara að hugsa þetta, sko. Varst það þú eða? Nei, það var Hansi bróðir. Það var Hansi, ég var fyrir aftan hann. Hann alltaf bara mætir hérna með einhverja Lionel Richie hárkollu í einhver skyrtu hneftnir að nafla og í leðurbuxum, sko. Ok. Og hesturinn alltaf, þú veist, og svo er hérna Póri sem átti leiguna og hann er að svona, þeir sem eru vanir hestum að þeir koma hér og Hansi alltaf bara fyrsti maður upp með hönd og þá alltaf fer hann á okkur, þú veist, lítið taminn hest
sem að rauk bara upp úr öllu valdi og henti honum af tvisvar eða þrisvar Já, ég sagði, hann var á einhverjum sprækum. Ég sagði við Póra hérna, ég vil fá einhvern gamlan og latan. Ég ætla að lifa þetta af. Það gerði það nú flestir, sko. Já, Ellie Jack. Þetta er Jackarinn. Já, búinn að dressa sig upp. Og svo meistarinn sjálfur. Þannig er hann á sínu stað, bara í rólegheitum með pípuna að spá og spekulera hvaða leiðir eru best að fara á hestinum, sko, til þess að ná sem mestum og bestum árangri, sko. Það er eins og að sé með reiðhjólahjálm. Já, hann er það. Þetta er reiðhjólahjálmur, sko. Og þetta er bara búningur hans. Já. Þú veist að því að við náttúrulega áttum að mæta í búning til að vera með. Já. Og Geiri var ekki frábrugðinn því að hann mætti bara í búning. Já. Og ég man nefnilega eftir, sko, það var reyndar ekki eftir eina hestavinna, það var eftir það tókum við golfmót. Ok. Og við fengum bara golfvöll upp í Mosfellsbæ, þá var náttúrulega bara tilvalið að Geiri héldi partíð kvöldið. Já, hann héldi þið nokkur. Já. Ég man eftir því. Það var alveg, þau voru alveg höfðingjar heima að sækja þau hjónin. Já, heldur betur. Já, er þetta lifandi eða? Nei. Hún dáin? Bæði dáin? Já. Sorglegt hvað fóru langt fyrir aldur fram. Já. Þegar hérna er síðan Geiri hérna inn í klefa. Já, og Addi Ström. Addi Ström. Og þessi hér, hérna í horninu, það glittir hérna í barn. Já. Veistu hver það er? Nei. Ég held þetta sé þessi maður hér. Já, þú meinar. Aron. Aron Sigurðarson. Farðu tilbaka. Sonur Sigga Hallvars. Þetta er ekki... Þegar Siggi var hann inn í klefa á þessu augnabliki. Já. Svo var ég að spá hvaða barn er þetta og ég held þetta sé Aron. Aron var náttúrulega mikið í kringum Sigga alltaf niður Þrótti. Já, mikið. Já. Hérna er hann, sko. Hrikalega flottur. Já. Alveg ótrúlega. Alveg hrikalega flottur. Fengið margt frá föður sínum. Já, heldur betur. Svo þessi meistari hérna. Þetta var alltaf algjör meistari, sko. Addi Ström, alltaf frábær. Við hérna þvoðum ófá búningasettin og svo, hann var ekkert sérlega laginn í höndunum og hann var að gera svona kúlu úr sokkunum. Alltaf gekk eitthvað illa og það gerir þetta svona og hann kallaði þetta að knulla sokkana. Svo fórum við alltaf hérna eftir leiki og búin að þvo, jæja, Addi minn, ef að fara inn og knulla. Það var hérna, hvað er hérna? Þetta var eðalblóð, sko. Alveg frábær gæi og einmitt fór langt fyrir aldur fram. Já. Hann voru mjög veikur, hann fekk einhvern hrörnunarsjúkdóm. Akkurat. Já, ég hitt hann, ætli hafi ekki verið svona 2016 eitthvað, hann er í Mörk. Var hann á hjúkrunarheimilinu þar og hann myndi eftir mér en þá gat alltaf að tala og það var svolítið átakanlegt að hitta hann. Og hérna hoppum við fleiri myndir, hérna Addi og Fjalli hérna. Fjallar er náttúrulega bara konungur fimmara brandarana og þú veist, bara, maður getur eiginlega ekki hugsa sér svona klefa stemninguna án Fjallars. Einmitt. Ég man líka bara eftir söknuðunum þegar við mistum hann í Fram og svo bara þegar hann kom aftur. Það var gaman. En það var það besta fyrir Fjallar, sko, því að þá kannu að byrja bara prógraminu sínu aftur, frá byrjun, sko. Það var svo langt prógram að segja. Bæta við og konur mikið nýja leikmönnum, þannig að hann gæti bara byrjað aftur, sko. Já. Hérna er fleiri meistarar hérna. Já. Hjálmar Þórarinsson. Sprakk út og fer svo í atvinnumösku. Einmitt, hérna tveir meistarar. Guffi og Óli Bötti. Og hérna er Siggi inn í klefa. Ég held að sonur hans þarna hafi verið með. Verið með þarna, já. Og Binni Sverris. Hann átti stóran þátt í sömrinu 2002 þegar við förum við upp. Hann skorar 12-13 mörk í deildinni og bróður hans. Viggi hérna. Elli, alltaf með yfirbragð atvinnumannsins. Það er Elli með hár. Með hár? Já, svona, hann er í afnitun þarna. Já. Það eru helvíti hákollvíkina. Smá kollvík hérna. Hérna sástu betur. Ég meina aðeins að sperra sig, sko. Þetta var hrikalega skemmtileg tími. Þetta voru geggjaði tímar. Svona kannski líka skemmtilegast við þetta að maður hugsa tilbaka, sko, hvað það var
hvað það var, þú veist, bara svona náið á milli, þú veist, leikmanna stuðningsmanna, þú veist, Já. að maður sér Óla Bödda þarna náttúrulega bara inn í klefa hjá okkur, sko. Já, einmitt, þetta var mikil nánd. Já. Já, en svo hérna sá ég einhverja, maður sjá, ég var það var, í seinni umferðinni, það var frábær leikur, þau unnu Fylki hérna 5-1, þá hélt maður að þið væru komnir aftur á beinu brautina. Akkurat. En það var aldrei ekki. Eini sigur okkar í seinni umferðinni og þetta náttúrulega bara var allt gert fyrir konna. Já, 5-1. 5-1. Já. Og ef ég mann rétt, sko, þá held ég að hitt stigið okkar í seinni umferðinni hafi verið í Vestmanni. Já, ok. Jafntefli. Í Vestmanni. Já. Ég man á hérna, þessi leik upp í Árbæ, 5-1 leikur, en það var nýbúið að gefa Konna peysu og það stóð 5-1 aftan á henni og svo var hann inn í hérna leikmannakaffinu upp í Árbæ, gúffaði í sig hérna einhverju vínabrauð og snúði upp og labbaði með þessa peysu, 5-1 og það svona nýri saltið í sárin á fylkismönnum að sjá Konna í þessari spátans peysu. Já. Þetta var alveg, hérna, já, talandi um nánd og stuðningsmenn, hérna einhver mynd tekin úr stúkunni og hann búið að moka upp hlaupabrautinni, tartanbrautinni. Gamli góði Valbjarni öllur. Hann og horfinn og komið gerfigras. Já. Hérna sjá, Tommy Martins og Óli Böddi hérna með 0%. Já, og svo hérna Mats, sem var alltaf ótrúlegu þróttari og kemur hérna einhvern tímann, sko, ég las eitthvað aðeins Mats og hans aðkoma Þrótti, hann hitti Sigga Hallvars einhvern tímann bara fljótlega þegar hann fluttur hingað og kemur á leik og var bara þróttari með því sama. Afskaplega mikill þróttari, sko. Já, og sat oft í stúku og skrifaði niður einhverja punkta og hélt eitthvað bókald sem akkurat. Enginn sá. Börnin hans hérna náttúrulega voru í Þrótti, í klúbb. Já, einmitt. Og ég veit allavega að dóttir hans, hún er kennari hérna í hverjum, eða semst hérna í Vóskóla. Ok, já. Kennir sinni mínum, sko. Já, hann bjó niður á Langholtsvegi. Já. Ég sá hann oft og Já, maður hitt hann oft og bara, þú veist, afskaplega geðugur maður og það var eiginlega alveg sama hvort það voru svona besti vinur hans eða bara eitthvað sem hann hafði séð inn á vellinu, sko. Hann var duglegur og fyrsti maður til að hrósa. Hann var mikill hrósari, en hann lét svona alltaf í ljós samt, sko, þegar hann var ekki sáttur. Ok, góður eiginleiki. Já, svona, og það var svona oftast eftir hvernig ég náttúrulega þekkti hann svona mest megnis á svona einhvern Þróttar viðburði með að leikjum, sko, en maður las alltaf svona í augunum á honum. Já. Hvort hann var sáttur með þig eða ekki, sko. En hann sagði það aldrei, sko. Já. Hérna talandi fleiri Þróttara, hérna, Dóri Gylfa, hérna, góður í stundu. Já. Hann hefur lítið breyst. Hérna, Jón Ólafs og Þorvaldur. Í Stebbi Aðalsteins þarna á milli þeirra. Þeir hafa ekkert breyst. Jú, Stefán Aðalsteins, já, akkurat. Hann var í stjórn þarna með Kitta Einars og þeim, eða ekki á saman tíma? Jú, látum þetta rúlla hérna hérna fjalli. Þetta var örgulega 2002, ég sé hann með KSI medaljuna hérna. Já. 2002? Nei, já, þegar við fórum upp. 2002. Já, þegar við fórum upp, þá voru öðru sæti í næst efstu deild. Akkurat. Og hérna bara ein mynd af úr stúkunni tekin á filmu. Akkurat. Þannig á örglega þekki einhverja. Já. Ég sýnist vera hérna Georg Kristjánsson, hérna, stærsti skóhildsæla á landinu hérna. Já, þekki hann ekki. Hann hérna. En ég sé þarna mann sem er vert að minnast hérna akkurat þessi, Bjarni Magnússon. Bjarni Mag. Já. Hérna talandi mannan sem lést langt fyrir aldur fram. Já, virkilega sorglegt. Já. Þessi minning hans. Já, bara frábæri bræður hérna. En bara horfandi yfir þessar gömlu myndir, sko, það er magnað að sjá þetta. Er þetta ekki Bjössi hérna? Ég er að setja upp gleraugun. Ammalis bróður minn. Hérna er Bjössi. Er það ekki? Já. Jú. Var þetta ekki bara Dóri, hérna er tromman, Snýril tromman. Einhver ungur köttari. Já, Dóri hérna. Þetta voru æðislegir tímar, maður. Já, Þorvaldur og Jón Ólafs. Hérna. Þetta má örugglega greina, þessi mynd skoðuð með stækkunargleri, það má örugglega. Og svo náttúrulega bara allir þekkja,
þekkja sig, náttúrulega menn eru hérna Já. 20 ára aftur í tíman og Einmitt. hérna margir hafa eflaust breyst. Þetta er gullnar Já. minningar, sko. Hérna var að tekið úr stúkunni, hvað ætli þessi Breiðablik sem að spila við? Já, það er ekki bra. Já. Og grafa hann bara henni í bakgrunni. Við sjáum að þetta er greinilega eftir mark. Við erum að hlaupa tilbaka og þeir eru búin að stilla upp boltanum á miðjunni. Já, einmitt. Já. Svo ein hérna, maður sjá býtu hérna, hvað er, ein gleðimynd. Það þurfum við vantarlega að fagna. Já, sjáum meistarann, Jói Hreiðars, Fjalli og Jón hérna, Dóri og ég í pelsi. Þetta var frábæri tímar. Já, heldur betur. Alveg meira áttar. En hérna, við erum komnir svona vel á veg hérna, en er einhver, geturðu greint eitthvað hvað fór úrskeiðis þarna í seinni umferðinni? Ofmetnuðusti. Ég segi hérna, Þróttarar hafa oft, þeir hafa verið í þessari stöðu áður. Þú veist, ég var að skoða hérna, má ég sjá, það var, ég sá hérna einhverja grein, sko, mikla breytingar á stöðu Þróttar og það er talað einmitt að þetta hafi gerst áður, sem Þróttur hafi staðið sig vel í fyrri umferð og man ekki hvort það var þessi grein eða einhver önnur og svo hafa þeir, seinni umferðin hefur bara orðið hálfgert afhróð. Ég meina úrslitalega séð var hún það, sko, en eins og, þú veist, eins og hefur oft komið, þú veist, fram að þá spiluðum við ekkert illa. Nei. Eins og Geiri talaði nú alltaf að, þú veist, að við spiluðum nú afskaplega vel, sko, en það bara gekk ekki upp, en þú veist, við fengum engar niðurlægingar að því leyti, þú veist, eins og við fengum Manja 2005 þegar við fjallum. Já. Þá töpuðum við 1, 2, 3 leikjum bara mjög stórt og illa og hefðum getað tapað þeim ennþá stærra, sko. Já. En hérna, þú veist, greina hvað fór úrskeiðis, þú veist, ég bara... Það fór kannski ekkert annað úrskeiðis heldur en það við svona, þú veist, fengum á okkur, þú veist, í dag er talað þetta XG, Expected Goals. Okay. Það var örugglega ekkert, þú veist, minna í fyrri umferðinni heldur en seinni umferðinni. Þú veist, bara heppnin var örugglega að hluta til með okkur líka, óheppni að hluta til með okkur í seinni umferðinni líka, þú veist, og þú veist, þetta bara datt fyrir okkur í fyrri umferðinni. Það datt ekki fyrir okkur í seinni umferðinni og það er svo fljótt að fara eins lengi og sjálfstraustið er á leiðinu upp, sko, þá fellur hann alltaf svo fljótt. Það er mjög hratt. Að leið og við töpum 1, 2, 3 leikjum, sko, þá er mönnum ekkert farið að líða illa og maður er hættur að trúa því að maður sé besti hafsendi eða svíper sem að spilar á Norðurlöndunum, sko, því að þú veist, þá væri þetta ekkert að gerast. En þú veist, það er bara svo stutt á milli og þú veist, og það er bara alveg eins og í bara fótboltanum í dag, þú veist, það er bara svo stutt á milli í þessu öllu. En ég man alltaf eftir einu mómenti sem að, þú veist, Ásgeir kannski, þú veist, hann man eftir þessu sjálfur, ef hann er eitthvað staðar úti ennþá, sko, uppi. Ok, segðu okkur. Þegar við förum í fyrsta leik í seinni umferðinni á móti KR á útivelli. Já. Þarna erum við eftir í deildinni. Við erum heitasta liðið og við erum að fá langmesta umfjöllun af öllum liðum og annað og það var náttúrulega sérstaklega kannski, þú veist, að hluta til að því við vorum á toppnum, en svo vorum við náttúrulega með Björgólf Takafúsa. Já. Sem að fekk náttúrulega alla þessa svakalegu auglýsingu og hvort hann var ekki 1 til 2 eða 3 forsíðu viðtölum þetta sumarið með systur sinni og hérna talandi um Landsbankann og hitt og þetta, sko. Avans og frændans. Avans og frændans og alla þá. Það kom alltaf út síðan og heyrst öðruvíst að væri myndið Björk að taka Fúsa. Akkurat, sko. Og Þrótturum. Já. En það var þarna fyrir þennan leik á móti KR
á KR-vellinum í 10. umferð, fyrstu umferð, seinni umferðar. Já. Þeir voru náttúrulega búin að eiga frábært tímabil, Bjöggi og Sören skora mikið, liðið skoraði mikið og þú veist, gekk allt vel. Þá tók Ásgeir þessa ákvörðun að breytum leikkerfi. Hvort að Veigar Páll Gunnarsson var ekki þetta sumar átti frábært tímabil. Með Stjörnunni þá? Nei, með KR. Með KR? Já, og hann átti frábært tímabil þarna og bara var svona búinn að vera besti leikmaður að kannski öllum ólöstuðum með þetta. En þá Ásgeir tók ákvörðun með það að hann ætlaði að láta Sören spila fyrri hálfleik og Bjögga seinni hálfleik. Og hann var búinn að ákveða fyrir leik að svona yrði þetta. Svona hvort það var leikjálega, hvort hann ætlaði bara að stefna að því að reyna að vinna 1 stig og setti mig í það, tók mig út úr miðri vörninni, setti annan hafsend inn fyrir annan þeirra sendera og lét mig elta Veigar Pál út allan völl. Og þetta var svona það sem að Geiri gerði, hann var til í að prófa eitthvað svona nýjungar sko. Okay. Og svona breyta hínu og þessu sko. En það fór nú ekki betur en það, þú veist, að við töpum leiknum. Já. En svo náttúrulega förum við í það gamla góða aftur. En þú veist, og það bara, þú veist, gekk ekki upp. Hvort að, þú veist, hausinn á okkur var svona, þú veist, bara hvort þetta hafi trublað hausinn á mönnum eða hvað, ég veit það ekki. Bara nýtt leikkerfi þá? Já, nýtt leikkerfi, en svo náttúrulega bara fórum við aftur í gamla góða það sem að hafði gengið vel. Sem hvað? Hvað voruð það að spila? Við spilum 4-3-3. Já. Og þú veist, en svona, þú veist, 4-3-3 með einhvers konar ívaða því að ég meina Sören spilaði upp á topp og Bjöggi var út á kanti. Já. En Bjöggi náttúrulega, þú veist, skilaði náttúrulega aldrei neinu varnarhlutverki sem vængmaður, sko. Nei. Þannig að við, svona, þú veist, þetta var eitthvað afbrigði af ykkur og það var bara líka það sem að Geiri gerði. Hann var tilbúinn að prófa og alveg sama hversu fáránlega hljómaði. Já. Þá náði hann alltaf að sannfæra okkur það að þetta væri þess virði að prófa og við náttúrulega bara gerðum allt sem hann lagði fyrir okkur, sko. Það náttúrulega góður eiginleiki sem þjálfari að geta ekki verið alveg fastur í einhverju hugmyndafræði. Sko, hugmyndafræði hans Geira var bara 3-5-2. Já. Og hann vildi spila 3-5-2 og tönlaðist á því og sagði okkur alltaf að þetta væri besta leikkerfi til að spila á móti 4-4-2. Það voru flest lið sem spiluðu 4-4-2 sem var svona að þróast út í 4-3-3 með tíunni, svo kölluðu, og spila í hólunni. Já. Og Þannig fyrir aftansendirinn. Já, þannig að þú veist, að því að það myndaðist svo mikið pláss, sko, að því að þú varst með þá þessar vængmenn á milli sko, varnar og miðju hjá þeim, sko, og það var svo mikið pláss í að toga leikmenn út og þú áttir alltaf að geta, þú veist, myndað yfirtölun á miðjunni í kjölfari, sko. Já. Þetta var alltaf hans go-to kerfi og hann leið og svona þau kerfi sem hann byrjaði alltaf í 3-5-2, svo þurfti hann að lúffa út frá því að það gekk ekki nóg vel. Já. Af því þú þurftir alltaf svona ákveðna típu af leikmenn til að spila þetta vænghlutverk, sko, hjá honum. En svona svo lúffaði hann úr því og í kannski 4-3-3 og það kannski gekk vel í ekkert tíma, en leið og fór að ganga illa, fór hann í 3-5-2. Og ég er nokkuð viss það að þessi leikur á móti Fylki, 5-1 leikur í seinnifinni, það var fyrsti leikurinn okkar í 3-5-2 í deildinni, sko. Já. Við vorum búin að tapa einhverju leikjum og þess áttar, sko. Þá svona fór hann í go-to kerfið sitt, 3-5-2. Og ekki það ég mun eftir því, en hérna Viki Sverris náttúrulega tönlaðist mikið á því á hátíðin okkar annan daginn, sko. Þetta hafði verið fyrsti byrjunarleikurinn og hann svona á þessi 3 stig, sko. Já. En hvernig var að hittast þarna eftir 20 ár? Það var bara, í rauninni maður var búinn að við sem skipulögðum þetta. Já. Við vorum, ég og Elli og Yngvi og Eysteinn hittumst og hugsaðum með okkur bara hvort það væri ekki gaman að þú veist að hittast eftir þetta og þú veist og halda upp á svona, eða þú veist, halda upp á það. Íslandsmeistaratitil fyrir umferðar? Já, við ákveðum að skýrita það svona til þess að geta réttlæta að halda upp á þetta, sko. En þú veist, bara hittingur á þú veist, gömlum og núverandi vinum, sko. Þú veist, það var þetta náttúrulega bara geggjað og þú veist, og geta rifjað þetta upp og
það náttúrulega mætti ekkert allir. Nei. Þeirra missir. Já. En hérna, þú veist, þetta var ógeðslega gaman og hérna, bara þá eins og alltaf ef maður fyrir að tala þessi moment, sko, þá bara, þú veist, þetta ekkert annað en bara gæsahúð og hlátur, sko. Já, rifjast upp gamla sögur og svona, þú veist, að því í sögðu, þú veist, að þá eru þeir hérna, hann hérna Silli og hérna Kári heitir hann, þeir eru að vasa í því að gera svona heimildamynd Ásgeir Elíasson hans tíma í Þrótti, þar sem var 2003 alltaf, þú veist, kemur mikið fyrir og hérna, þeir mættu með okkur, eða sem til okkur þetta kvöld og sýndu okkur svona, þú veist, klippu af viðtölum við okkur strákana varðandi, þú veist, þessi ár hans Geira. Já. Þá sýndu okkur mörkin sem við skoruðum í deildinni þetta sumar, sko. Og hérna, þeir eru núna á fullu að klippa þessa mynd eða hvort þetta verði þættir sem að verða, ég veit ekki hvar þeir verða sýndi, hvort þessu verður bara hendi inn á Þróttara síðu á Facebook eða Köttara síðuna eða hvað, sko. En hérna, bara, þú veist, ég fór í viðtal, Palli fór og Elli og hvort Eysteinn og einhverju gæjar fór í viðtal, sko. Ég hafði samband við Silla. Já, ok. Og hérna, ég er með brot úr þessari væntanlegu mynd sem ég er mjög spenntur fyrir. Já. Og það má alveg gera mynd í fullri lengd bara Ásgeir Elíasson. Já, og rúmlega það, sko. Já, og aðra mynd þetta góðsagnkennda sumar 2003. Ég ætla að reyna að láta þetta rúlla, má ég sjá. Ég var alltaf með sína töflu og svo fyrir leiki að þá var hann kannski, að því hann klæddi sig alltaf í gallan fyrir leiki og svo voru kannski sér hann að það allir tilbúnir á fund og hann kannski á tillanum, hann bara nakinn. Þá laðist hann bara nakinn og var með töflufundin nakinn á gólfinu Nei, ég meina slátrið hékk bara út, þú veist, þetta var og menn náttúrulega með að halda einbeitingu, menn að fara yfir ykkur hluti hérna, þannig að þetta var eitt. Það ótrúlega að segja frá því að ég, sko, fyrstu 2 sögurnar sem kom upp í hugan á mér, þá kemur nekt Ásgeirs upp í hugan minn. Þá var þarna stjórnin mætt hann inn í hotklefan hún niður í Þrótti. Man gott að Kristín Einars og Stefán Laxdal eða hverju það voru nákvæmlega, allavega einhverjir toppmenn sem voru hætti stjórn og baku liði. Að svona segja okkur einhverja hluti sem myndi gerast eftir leik og hvernig það var, ég man ekki hvað það var. En þá er Geiri kominn inn í klefa og hann að klæða þessu úr, strákar, svo alltaf stjórnin hérna að fá að segja ykkur eitt og Geiri stendur við hliðina á honum og hann var náttúrulega litt með að einhverjum hluti á æfingu og hann stendur við hliðina á honum á nærbuxunum og meðan þessi ágæti stjórnarmaður var að tala að þá hann bara að fara að klæða sig úr þeim og gera sig kláran í að fara í sturtu og hann hafði þann háttinn á að þegar hann var búinn að gera þær niður alveg niður á tær að þá sparkaði hann þeim upp og greip þær og setti þær í tösku. Nema þarna þá vippaði hann þeim full hátt og þær fóru aftur fyrir sig og lentu á öðru þeirra. Þá fóru þær á hausinn á þessum stjórnarmanni sem var að tala yfir hópinn og það náttúrulega allir lágu bara í gólfinu og hlátri, sko. Ég man svo greinilega eftir þessum augnablikum þegar Geiri var að hátast og hann klemdi alltaf með nærjöndar milli tána og vippaði þeim upp og svo stóð hann bara á sprellandum hann bara, þú veist, kannski ekkert vitið að fara út í það neitt, sko, þá sálma en þú veist, maður getur bara, þú veist, eins og manni fannst þetta skemmtilegt og fyndið og hvað þetta en ég vil ekki eins og fara þetta að sálma hver umræðan yrði ef að þjálfari liðs væri í þessu í dag, sko. En svo bara, Geiri var svo góður í fótbolta. Já. Og hann bara frábær í reit og þið voru með, bara, ég held að þið hafi verið besta reitarspilandi lið á Íslandi. Já. Það gæti enginn undir Þrótt í reit. Nei, bara 100% ekki. Þú veist, og talandi Íslandsmeistarar fyrirumferðar, sko. Þarna vorum við bara ókrýndir Íslandsmeistarar örugglega 5 ára röð, sko, meðan hann þjálfaði okkur. Já. Og talandi þú veist, að hann var svo góður í fótbolta. Þú veist, það var alltaf bara hausinn á hann var alltaf kominn 4-5 leiki, þú veist, fram úr sér þegar hann var ennþá með boltan, sko. Af því að hann var búinn að sjá næstu 5 leiki fyrir sér þegar hann losaði sig við boltan. Já.
og það var eitt undirbúningstímabil þarna sem við erum að spila í Reykjaneshöllinni við Víðgarði og við vorum búin að skelfilega lélegir og hvort það var 1-1 hálftíma eftir þá flauta dómarinn að skipti ekki að Þrótti og Geir kom inn á. Já, ok. Hann skipti sér inn á, djúpur á miðju og við unnum leikinn 3-1. Hvernig var staðan þegar hann kemur inn á? 1-1. 1-1? Já. Og hérna, svo hann hvorki skoraði en ég lagði upp eða þessi, en þetta var svona, þú veist, þetta kveikti í kallinum og við höfum náttúrulega auðvitað bara gaman að þessu, þú veist, en svo hvort það var viku eða 10 dögum seinna, þá erum við aftur að spila í Reykjaneshöllinni og erum að spila, þá er Grindavík. Þannig Grindavík bara eitt stærsta og dýrasta lið landsins á þessum tímapunkti, þarna eitthvað tíman 2001, 2003, 2004 eða hvað þetta var, sko. Já. Staðan hvort hann ekki bara svipuð eða þú veist 1-1 eða 1-0 undir eða eitthvað. Já, og Geiri fæddu 49, sko, hann er komin yfir 50. Já, og hann sér sér leikaborðið, herðið, hálftíma eftir, aftur, 1-0 undir eða 1-1. Dómarinn flautar, það er skipting og Geiri kemur inn á, djúpur á miðju og við töpum leiknum 5-1. Virka ekki alveg. En svona, þú veist, þetta var bara, þú veist, ekki bara það hversu góð þjálfari hann var bara, þú veist, hann var bara svo góð vinur. Já. Bara, þú veist, var annt allt og alla í kringum sig og þú veist, og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja alla, sko. Hann sá það besta í öllum, sko. Já. Það sem að mér fannst einkenndi við Geira, að hann hafði ótrúlega gott minni, fótboltaminni á leikinn. Þegar maður settist með honum eftir leik og hann fór að spóla tilbaka einhverja atburðarás. Þetta var horfið úr hausnum á mér. En þetta satt alveg ljóslifandi fyrir honum. Hann var að lýsa því hver hljóp og hver tók annar hlaup og hver bakkaði og hann hafði bara gríðarlega mikinn og djúpan skilning á leiknum. Og svo bara, þú veist, hann var bara æðislegur, svo, þú veist, en hann tönlaðist náttúrulega alltaf á því að, þú veist, hann kendi manni og vildi að maður fæðir í ákveðna leiðir og ef maður fór ekki þá leiðir, þá heyrði maður alltaf í skýlinu, af því hann náttúrulega var alltaf ofan á skýlinu, veistu ekki því? Jú. Og svo var þetta annað plast eða þá ál og svo landa hann í skýli og var eitthvað vitlaust og þá svona, já, ég átti ekki að gera þetta. Svo, þú veist, ég verð að segja frá einu mómenti og þetta er 2004. Já. Og þegar við förum upp, sko, 2004 líka, að þá erum við að spila við Hauka á heimavelli og við lendum 1-0 undir og með sigri þarna hefðum við getað tryggt okkur upp, sko. Við lendum 1-0 undir á móti Haukum og Danni Kanir í markinu Haukum var láni frá okkur, sko. Já, það. Við segðum eftir hvað árið þetta var. Þetta er 2004. Næst síðasti leikur eða eitthvað, sko. Já. Og við hefðum getað tryggt okkur upp með sigri. 1-0 undir og við fáum aukaspyrnu rétt fyrir utan teig. Og ég var nú yfirleitt svolítið frekur á að taka aukaspyrnur og svona og Palli Einars náttúrulega fyrirliði liðsins kom alltaf við og svona þarna er Danni Hafliða með okkur, Víkingur, bróðir Kitta Hafliða. Hann var náttúrulega bara frábær fótboltamaður, rosa góð fengur fyrir okkur og var frábær fyrir okkur með frábæran vinstri fót og ég heyri að Geir að kalla að Danni að taka aukaspyrnuna. Af því ég, Danni og Palli stöndum þarna, hann kallaði Danni og ég heyri þetta og ég segi, strákar, færi ykkur, hann sagði Jenny. Og ég stilli boltanum og ég dundra honum í slána inn. Yes. Svo þegar við erum að labba inn í hálfleik, þá kemur Geiri til mín. Þú heyrðir alveg, ég sagði Danni, Ég sagði bara já. Og þetta líka, hann fílaði þetta, þú veist, menn bara tóku af skarið líka, skilur, og ef það gekk upp, þá var það frábært, ef það gekk ekki upp, þá var hann ekki gæinn sem að reiði niður og jarðaði fyrir það, hann bara leiðbeindi þér, þú veist, bara í kringum það, það bara næst. Einmitt. Já, hann hafði gríðarlega marga kosti sem manneskja á þjálfari. Já, bara, og ég bara, þú veist, ég sagði það, held ég í þessum klippum sem ég varst að sýna okkur, að ég er sannfærður það, þó ég sé ekkert að draga úr einum, ég er sannfærður það ef að Geiri hefði fengið að klára tímabil 2005, það hefði ekki fallið. Nei. Af því að við vorum búin að eiga lélegan fyrirpart, hvað segir sagan okkur? Góður seinnipartur. Já.
Sagan, hún segir sig aftur og aftur, sko. Sagan endurtekur sig. Já, já. Sagan fyrir hring. Og þetta var búið að vera svona öll árin sem að Geiri var með okkur. Þú veist, fyrsta árin náttúrulega, þú veist, þá förum við á Hornafjörð í loka umferð og það náttúrulega bara Hansi bróðir sem að bjargar okkur, sko. Já. Þar var hann búinn að vera, þú veist, á Benidorm í 2 vikur að leika sér, sko. Þetta var það 99 eða? Þetta árið 2000. 2000? Já, þá er bara Hansi bróðir svona, fekk tækifæri á skornum skammti, fannst honum og þá svona ákvaðan að fara bara í Benidorm, fer með félagunum. Kom svo heim og hann átti ekkert að fá að spila. Nei. En ég tók upp á því að vera í leikbanni, í loka leiknum, úrslitaleikum það að halda okkur uppi á Hornafirði mót Sindra. Ok. Willi Will var minni með lík í leikbanni, þannig að losnuði þarna 2 seti. Já. Hansi var bara valinn í hóp til að fara með, hann átti að vera bekk. Bjöggi tók upp á því að fara að dundtaka eina hjólestaspyrnu í uppbytun og fekk eitthvað í bakið eða hvað þetta var og ég get ekki byrjað, sko. Hansi kom í lið, skoraði 2 og lagði beitt og unnið 3-1. Vá, vel gert. Já. Var þetta ekki heimleiðinni þegar þið sungu hérna Siri Biri Bom Bom Bom? Já, sem að var náttúrulega svo bara legendary lag. Með Rúnari Þór. Já. Hvað heitir eftir lagi? Ég manna ekki, sko. Man bara alltaf eftir Siri Biri Bom Bom Bom. Já, en þú veist, það var náttúrulega... Það var lengi spilað á eftir. Já, Axel Gómez náttúrulega kom með þetta lag. Axel, já. Og hérna... Þetta sungið á spænsku, held ég. Já. Og Antonio Grave var náttúrulega bara himinlifandi þegar hann heyrði þetta og þetta var komið inn í klefa, já. Sem geggja. Axel Gómez kom með þetta. Ég held að heiti bara Siri Biri Bom. Já. Svo þegar við spiluðum þennan styrtarleik fyrir Ísak daginn, já. Þá mætir Axel Gómez. Já, hann spilaði. Já, hann spilaði. Heyrðu, svo segir hann heyrðu, hvað hver er að stjórna tónlistinni hérna? Og kemur eitthvað pjakkur, já, ég að lána með síman, skelli lagin á í aðdraganda leiksins inn í klefa, sko. Já, geðveikt. Axel Gómez náttúrulega stemmingsmaður. Já. Hann kann þetta. Eðalblóð. Já. Heyrðu, við erum komnir 2 mínútur fram yfir klukkutíma og þetta er búið að frábært að fá þig. Já, bara gaman að koma. Alltaf gaman að koma og tala bara geggjaða tíma og hvað þá bara, þú veist, að tala Ásgeir Elíasson. Ég geti setið hana í 5-6 klukkutíma og talað hann, en það væri þá örugglega bara eitthvað táraflóð, sko. Já, en við getum tekið framhald. Já, akkurat. og svo þegar myndin kemur út, ég er gríðarlega spenntur fyrir þessari mynd frá Silla og hver er að vinna með hann? Kári heitir hann, þetta er mikill þróttari. Þetta er sonur Steinar Snædals. Já, það er bara hárrétt, Kári Snædal. Já, einmitt. Ég nefnilega held ég hafi, sko ég kendi eitt vetur í Langholtsskóla árið 1998 og þar var ég fenginn til að vera með námskeið í kvikmyndagerð. Gott ef að Kári var ekki á því námskeiði hjá mér. Vann alltaf upp á Stöð 2 við að klippa í mörg ár. Já, einmitt. Frábært að fá svona söguna í hring. Já, akkurat. Ég hjálpa á honum fyrstu skrefin. Ég held ég sé örugglega að tala sama drenginn. 100%, Kári Snædal, þetta er hann. Já, einmitt. Geggjað. Herri Jenni, segjum þetta gott í bili. Skulum ekki alveg fara í 5 tímana. Við erum komin í rúma klukkutíma. Já. Við tökum bara seríu. Gerum það. 1000 þakkir. Kærar þakkir. Og lifið Þróttur. Og við stöndum vel með stelpurnar að gera frábæra hluti og það er gaman að fylgjast með strákunum. Er komið ný þjálfari í? Já, bara... Já, Venni. Venni, náttúrulega tók við og náttúrulega bara frá, þú veist, eins mikil söknuður og af Nick með kvennaliðið. Þannig að það kemur stór prófíl. Óli Kristján. Sem var hérna í Hafðurinn daginn. Já, var hérna í Hafðurinn daginn. Það verður náttúrulega bara spennandi að sjá hvernig það kemur út, sko. En talandi spennandi ráðningu, að þá held ég að, og bind rosa mikla vonum við það að þetta verði ráðning á Sigurinn Ólafs til góð, sko, því ég held að þetta sé frábær gæi til að halda áfram og það er kannski góðu vegferð bara sem að Ian Jeffs hefur verið með okkur. Þetta hefði maður vilja hafa hann áfram bara svona upp á stöðuleikan í liðinu og félaginu. En svona, þú veist, það var eitthvað sem kom upp á og ekki hægt að vinna saman og að, þú veist,
þá fáum við bara topp eintak í Sigurjón Ólafsson þarna einn sko. Ekki spurning, veistu, hann náttúrulega hefur unnið bæði, þú veist, sem þjálfari. Hann hefur komið KVU og hann hefur, ég held með í 5 Íslandsmeistaratitla, stóð einhvers staðar að skrifa sem leikmaður. Það er bara frábært að fá svona flottan leikmann með reynslu sem þjálfari og sem sigurvegari. Ég veit ekkert hvort að hann hafi verið að blaði hjá Þrótti fyrir eða ekki sko, en ég vil að komið hérna fram sko, að ég hringdi í menn sem ég þekki í Þrótti. Daginn eftir að Ian Jeffs var hérna, það var tilkynnt að hann var ekki og dundraði þessu nafni fram sko. Þannig að ég hlýt að eiga eitthvað aðeins í þessu sko. Hvort þú á? Verkið! Heyrðu, lífið Þróttur og takk fyrir komuna. Kærlega og frábært að sjá þig. Og segjum við gott.